Kannski fáir sem þekkja þýska handboltann betur heldur en þú, Díana, búin að vera hérna í 5 ár. Hvað svona, og ár síðan við spilum við Þýskaliðið, hver svona einkenni þess? Það eru náttúrulega bara ótrúlega sterkar, sérstaklega líkamlega, vilja síðan keyra, vilja vinna náttúrulega bara með vörn og markvörslu og keyra svo fram á völlinn. En svo eru það líka bara með sterka einstaklinga sem að bæði geta skotið á markið og eru sterkar 1-1, vilja fara mikið utanvert og já, það er bara með hörkuli og það er náttúrulega valinn maður í hverju stöðu og margar kannski sem eiga skilja að vera í þýska liðinu sem eru skildar eftir. En já, þær eru krefjandi en það verður gaman að takast á við þær aftur. Já, það er svona einhver hluti að læra þessari reynslu frá því fyrra? Já, klárlega. Við viljum að sjálfsögðu gera betra en við gerum í fyrra. Þær spila líka aðeins öðruvísi bolta núna heldur en að gera þá og sérstaklega þetta með að spila stundum ekki með línumann og spila með 4 útileikmenn og þá er þetta svolítið bara maður og mann. En samt sem áður þarf að loka miðjuvörninni af því þær vilja fara í gegnum vörnin okkar miðja. Þannig að það verður skemmtilegt. Og þú spilaði nú hér í úrslitahelginni í bikarnum í fyrra og átt að spila eftir áramótin hér. Þetta er skemmtileg höll og hér við fullt hús. Já, klárlega. Þessi höll er mér líka vel við stærðina á henni. Hún er full en hún er ekki of stór og að því að oft þegar kannski of stórar hallir þá verður hálftómt, þú veist, á kvennaleiki. Við heldum vitum það öll að það er kannski ekki best að mæti ekki heimið alltaf á kvennaleiki. En þetta er bara mjög góð stærð og góð stemming sem myndast hérna. Þannig að það er náttúrulega bara ótrúlega gaman að fá að spila núna sem ég var meidd síðast. Og þjóðverðarnir kunna búa til stemningu? Já, klárlega. Ef það er eitthvað sem kann búa til stemningu kringum handboltann þá er það þjóðverðin.